Hvað kom til að þú fórst út í ljósmyndun? Ég veit það ekki. Ég náttúrulega hef alltaf haft áhuga. Já. Og ég fekk nú einhvern tímann í jólagjöf einhverja myndavél sem hét Díana. Fannst það æði. Svo bara þegar ég þurfti að fara að hugsa hvað ég ætti að verða því ég yrði stór, þá fannst mér þetta bara æði og var það eftir Gaggó eða Gaggfræðaskólann? Já, fekk vinnu á Heimi og Heimi Stígs ljósmyndari Keflavík. Já, var hjá honum í 11 ár. Já. Þegar þú opnaði þína eigin stofu, nýmynd, árið 1982. 11. Já. Það varst stofumamma fertugt í fyrra. Já. Þannig að því að við höfum aðeins upplifað þetta með þér, þú varst nú að hjálpa okkur í byrjun þegar við byrjuðum með Víkurhrettir. En svona bara koma að því hvað þetta var, hvað það hefur orðið ofboðsleg breyting í tækni með stafrænu byltingunni í ljósmyndun. Alveg rosaleg. Já. Þú veist, hvað svona þegar þú horfir tilbaka? Sko, mér finnst bara gaman af fólki. Það var náttúrulega alltaf nýtt og nýtt fólk og maður var kannski, ég veit ekki, fjörur í þá, maður fór út allt og gerði allt mögulegt. Og svo fannst mér gaman sko í svarthvítu. Mér fannst það miklu skemmtilega í litnum. Liturinn bara svona vinna, skilurðu. Þú ert náttúrulega búin að taka svona, hvað ég var að segja, allan pakkan, þú varst með þína stofu þar sem fólk gat komið í myndatöku, varst að fara líka út að mynda í, það sem fólk var að biðja að koma heim eða eitthvað annað. Já, ég gerði eitthvað af því, en ég var mest á stofunni. Mér fannst ég ráða betur við allt hér í stúdíói. Já. Við sem erum búin að vera í blaðútgáfu, alveg eins og ljósmyndarinn hefur verið ljósmyndar, þá þekkjum við þetta. Þetta sem sagt svarthvít filma og í dag myndi fólk bara, hvað þetta? Sumir veit ekki hvað filmi, þetta er litfilma. Þetta er litfilma. Svona líklega. Þannig að, já. Og ég gerði allt sjálf, nema framkalla filmið í litfilmunar. Ég bjóti alla pröfur og bara alla stækkanir og allt saman. Og núna ertu bara að pakka saman? Nú er ég bara að pakka saman. Af hverju heldur ekki áfram? Ég meina... Bara hálf öld. Já, þetta er nóg. Já, það er svolítið mikið. Þú varst aðeins að sýna mér þetta myndir áðan. Já, ég var með vegg hérna sem að... Já, þess að laumast í hérna... Og þetta var bara á veggnum, sko. Já. Þetta er... Eru fjölskyldumyndir skemmtilegastar en erfiðastar eða hvað? Það geta alveg verið erfiðar, en það er bara gaman. Ég menna alltaf gaman líka, þú veist, að hitta fullt af fólki og... Ég man eftir því að lærifaðir þinn, Heimir Stígsson, hann var með svona einhvern bangsa oft eitthvað. Ég er ekki með svoleiðis. Hann var með tennur. Varstu með eitthvað svoleiðis? Nei, hann var með tennur. Til að brosa? Já, annarkvort urðu fermingarkrakkarnir móðguð eða þau hlógu svona smá svona kurteisis, en þau urðu oft mjög fúl. Læriður það í ljósmyndunni að maður á að fá fólk til að brosa þegar það kemur í myndatök? Er það númer 1, 2 og 3? Eða er það bara svona með? Já, maður vill helst ná bara öllu, sko. Og það er bara fínt ef fólk getur brosa, sko. En þú lærir það ekkert, sko. Nei. Annarkvort lætur fólk brosa. Og það var einmitt ein ung sem sagði, segðu mig bara brosa. Og ok, það dugir að fáa. Já, einmitt. Já. Nú er sem sagt, við vorum aðeins að tala um stafrænu tæknina áðan, sem er náttúrulega ótrúleg. Jú. Og við erum að taka bara nota helling, svona iPhone-a, farsíma. Jú. Þeir taka bara fína myndir. Alveg geggjaðar. Já. Þannig að, en hvað með eins og, það var einhvern veginn í mínum huga var það þannig að það fóru allir krakkar í fermingarmyndatöku. Og þegar fólk var að gifta sig, þá voru tekni brúðarmyndir. Jú. En það var maður alltaf að vinna bara. Já, það var það. Já, það bara fylgir því. En hefur þetta breyst? Hefur þetta minnkað? Já. Þannig að ef fólk að taka þetta bara svolítið sjálft og láta Já, það er að gera það, sko. Já, það er svolítið svoleiðis, sko. En ef ég þykir mig vita rétt, þá eru þið bara 2 ljósmyndarar á Suðurnesjum. Já. Það er ekkert mikið á svona stóru svæði. Hvað eru? 20-30.000? Já, 30.000. Já. Eru ljósmyndarar sem við vitum ekki af að gera hitt af þetta bara einhverju? Já. Taka brúðarmyndir eða? Já, örugglega, en það svolítið fyndið að segja ljósmyndarar af því að það er oft
ef eitthvað kaup sér vel, ljósmyndavél, þá hann orðin ljósmyndari. Já. En sumir eru bara að taka góðar, en aðrir eru náttúrulega ekki að gera það. Já. Þetta bara mjög misjafnt, sko. En talandi hvernig stafræna veröldin birtist okkur í ljósmyndun og mörgu öðru, þá hefur hún náttúrulega haft gríðarlega áhrif á þína vinnu. Já. Og núna ertu þarna í tölvunni að vinna myndir sem að þú ert margfalt fljótar að gera en þú varst í gamla. Veistu það? Er það ekki? Alveg, þetta tekur alveg tíma. Já, sko. Þetta er drjúgt. Þetta suma haldið sé bara taka, henda inn, tilbúið. Það bara alls ekki svoleiðis. Sko. Nei. Að þegar hver einasta mynd, hún sem sé stækkuð eins og ég ætla hana og ég laga hver einustu mynd eitthvað, ef ég sé eitthvað. Sko. Já. Þessi litli gaur hérna. Sko, hann kom í passamyndatöku og hann vildi það ekki. Hann var búinn að vera hjá sýslumanni og hann vildi ekkert sitja á stóli eða neitt, þannig ég tók hann hérna í passamyndastúdíónu og hann bara hérna fyrir framan stólinn, sko. Þannig að hann settist ekki á stólinn, sko. Þetta frændi minn, þess vegna þór ég að sýna ykkur hann og hann náttúrulega svo flottur, sko, en það var hægt að redda vegabréfi fyrir drenginn, sko. Já. Þú hefur náttúrulega lent í því gegnum tíðina búandi í nágrenni við flugstöðina. Er það ekki að bjarga passamyndatöku í vegabréf og svona, er það ekki? Jú. Þetta var svolítið algengt þegar ég var á Hafnargötu 90 og þá var kölluð út sem sé ég, ljósmyndari og ein frá sýslumanni sem var yfirleitt Magga og þess var bara reddað. Og þetta er náttúrulega ekki gert í dag. Nei, er það ekki nei? Nei, þetta hefur ekki verið í mörg ár. Þetta var náttúrulega voða skrítið, þetta skulle vera hægt. Þú varst að laga myndir í gamla dag, varst kannski að redúsera, er það ekki? Jú, redúsera. Að setja húðliti við bólu í andliti fólks og svona, eitthvað svoleiðis. Sko, svarthvítumyndirnar voru bara blýantur og svo var það hérna skafa. Þá skófst í burtu, kannski bóluna er búin að láta eitthvað kringum hann og eitthvað. Svo í litnum þá voru litir, en þá þurftur að spreyja með spreyi. Spes-spreyi. Þú þurftir að spreyja redúslakki og síðan þurftir að láta annan lakk yfir til að festa þessu. Og ég á ennþá lakk. En það er ekki notið. En myndvinnsluforrið í dag, Photoshop eða Lightroom eins og það heita. Já, ég er með Lightroom. Já, þú ert með Lightroom. Og svo, hvað gerum við bólunar í dag? Ekkert mál. No problem. Það sko ekkert mál. Það reyndar rosa munur, sko, af því að ef þú varst með svarthvíta bólur, þetta var svolítið mikið vinna, sko, þetta var mjög mikið vinna oft á tíðum. Og sérstaklega á gamla myndir og svona, það var óbúslega mikið vinna í þessu. 40 ára gömul stofa og þú er búin að vera í yfir 50 ár en þú ert að hætta núna og hvernig ekki stór mál fyrir ljósmyndara sem á 10.000 mynd af bæjarbúum og Suðurnesjum að bara, hvernig er það að hætta? Sko, ég loka stúdíónu og ég í rauninni hætt að taka myndi. Ég eftir að kannski gera ég eitthvað, ég veit ekki. En eins og í dag, en svo hægt að hafa aðgang sem sé gegnum mig. Ef þið vantar myndir eitthvað sem ég hef tekið, þá það bara ekkert mál. Þá stækka ég eða gera eitthvað sem þú vilt. Af því ég á náttúrulega svaka samt, sko. Fyrst í filmum og síðan í digital. En þegar við förum með að ræða kannski mínusun við stafrænu tæknina að nú fólk mikið að mynda þetta og geymir þetta í tölvunni og gleymir að vista þetta á góðum stað og svo eyðileggst tölvan eða síminn og myndirnar oft á tíðum bara bless og horfnar. Já. Þetta problem sem að verður að Hvað eru albúmin sem maður var alltaf að grípa í? Þau ekki til, sko. Þau eru það, ég segi stundum í ganni að þú varst með sæta myndir af börnunum þínum núna og svo ætlaðu að gifta sig eftir 20 ár og þá veistu ekkert hvað þetta er. Ætlaðu ekki að brosa? Jú. Og svo maður hættur að láta gera svona, sko. Já, þetta var í gamla það. Úi! Já. Ég meina það áfram góðu grundvöllur fyrir ljósmyndara, eða ekki? Jú, ég myndi nú halda það, sko. Ég bara, þú veist, það var bara, kannski komið bara nóg, 51 ár, hálf öld, þegar maður fór líka að pæla í því. Já. Þá bara, þú veist,
það finnur sér eitthvað skemmtilegt. Já, hvað ætlar að finna þér? Það ekkert Þá fara í golf ákveðið. eða? Hver veit. Hver veit. Annars pröfaði ég einu sinni, mörg ár síðan, ég var svo léleg og svo sagði ég nú við kunningjakonu og ég sagði ég nenni sig ekki, svo leiðilegt, ég er svo léleg og þá sagði hann, ég er búin að vera í 20 ár og ég er ennþá léleg. Þannig að, já, kannski. Golf er þólum aðeins íþrótt. Já, ég held að það sé gott fyrir fólkið mitt. Þegar þú horfir svona aftur í tíman, er eitthvað eftirminnilegt, skilur það? Já, margt á mig. Einhvern tíðan sem brúðhjón komu og bara skildu til dæmis í myndatöku. Nei, það hefur ekki skilt. Það hefur ekki Sem betur fyrir ekki. Nei, en það hefur stundum verið. Eitthvað svona atriði sem þú manst eftir? Eitthvað spaugilegt, eitthvað vandræðalegt? Já. Maður náttúrulega er að láta fólk kyssast og eitthvað og svo var það svona eldra par sem var með sín uppkomnu börn og ég er að reyna eitthvað svona, hafa þetta svona yndislegt eitthvað og ég spyr hvort að hann vil ekki kyssa og hann sagði nei, ég get bara kysst hana heima og bara allt í lagi með það en ég var náttúrulega að deyja úr hlátri sko. Þannig að þú ert alveg sátt við að hætta? Já. Þetta var allavega ákvörðun sem var tekin, það er ekki mjög langt síðan sko. En hún stendur, Já. ég ætla að hætta. Já.